Já, þá erum við komin að stað hér í síðari hálfleik og hljóðið í lagi, hann beðist afsökunar á því að hljóðið hafi ekki verið með hér í fyrri hálfleik en staðan hér 10-7 fyrir K.A. Þór. Stelpurnar hér byrja síðari hálfleikin. Hákon náði aðeins að laga stöðuna fyrir lok hálfleiksins og því er þetta ennþá galopinn leikur. Kristín með þessa pintu stoppu. Það er af sem áður, Hákon með hörku varnarleik. Og kemur Bergrós á þetta, losar hann að Lydia setur hann á Kristínu, fín yfirtalaði, náum ekki að setja boltann í hornið. Brot hjá Kristínu. Nú þurfum við eftir að finna hornafærið en höndi komin upp. Hver tekur að skarið. Kemur Lydia inn á línuna og frábær snúningur og þetta er vítakast. Já, þetta gerur hún Kristín Andrea frábær á línunni. Kemur sér í gegn og sækir vítakast. Lydia á punktinn og Ágústa í markinu gegn Lydiu. Og Lydia skorar, já. Gerir hérna 11. mark K.A. Þórs, hennar 3. mark úr víti í dag. Sett hann í stöngina víti 2, en heldur hann sjálfsögðu bara áfram og skora nú 2 vítum í röð. 4 marka munur. Og þetta er mögnuð hreyfing. Já, þetta gerir hann af miklum krafti hún Ágústa Rún. Gerir hérna 8. mark HK. Og svo brotið á Bergrós í kjölfari. Já, hún kom bara hérna á strauginu, kom sér í gegn og skoraði. 11-8. Þessi munurinn mestur 6 mörk í fyrri hálfleik en HK er búið að laga stöðuna og hérna Bergrós opnar hornið. Þetta er vel gert en þetta var alveg markaslag hjá Jenny í markinu. Og mikilvægt hún getaði minnkað muninn í 2 mörk. Þetta er fljótt að breytast og boltinn í hornið en finn ekki færið og í kjölfarið brotið svo þarna á henni Hrefnu í horninu. Þetta skot varið, frákastið hjá Hrefnu sem kemur svo í gegn og fær fríkastið og tíminn stopp hérna. Liggur eitthvað eftir hér. Vonum að sé í lagi, sé ekki alveg hver þetta er. Jæja, áfram heldur sótgestana. Kemur boltinn inn í hornið, þið vel gert hjá þeim en það ná ekki að koma sér í gegn þarna og frábær markaslag áfram með smjörið. Þetta er vantarlega víti, já, ná frákastinu, koma sér í gegn þarna og sækja vítakastið. Geta minnkað þetta í 2 mörk í 11-9 hér. Og Rakel skorar af öryggi. Minnkar þetta í 2 mörk, þær eru heldur betur búin að breyta þessu. Nóg eftir hér að síðari hálfleik og munurinn skyndilega komið niður í 2 mörk. Kemur leysingi frá Kristínu. Bergrós
Klippir inn fyrir Lydiu. Lydia hins að missi boltan og þetta tveggja þetta Brottvísun algjör óþarfi hjá henni. Já, HK manni fleiri hér. 2 mörkum undir, geta minnkað í 1. 8 horni, þetta er dauðafæri og hún klárar þetta af stakri snilld. Já, 11-10 og þetta er að verða heldur betur háspennuleikur hér. Þurfum við að halda áfram bara að spila okkar leik. En HK heldur betur að vaksa ásmegin. Kemur innleysingin hérna Bergrós með hreyfinguna og fær fríkastið en 2 mínútna brottvísun. Já, lentu þarna aftan í og sjáum hvort við náum að finna lausnir á varnarleik HK hérna. Sara komin í skyttuna núna. Kemur innleysingin. Bergrós með frábæra hreyfingu við það að fá vítið þarna. En stöðuð á 11. stundu. Bergrós inn á línuna og fríkastur næri ekki að snúa þarna. Og við byrjum aftur. Kristín með frábæra hreyfingu, lyfti sér í gegn og skorar næra að höggva á hnútinn. 2 marka munur. Eins og ég segi, algjörlega óhrædd við að keyra á vörnina og koma sér í gegn. Skemmtilega fintur hún Kristín Birta. Kemur þetta skot hérna og þessi endar í netinu. Já, Ingibjörg með þetta mark. Já, þetta kom upp úr engu. Sá að það var ekki alveg vakandi en hún stökk bara upp og refsaði á 0-1. En nú er KA Þór með fullskipalið. Lydia komin aftur inn. 40 sekúndur ennþá eftir að Brottvísun hjá HK. Bergrós stöðuð hérna og þetta er alls við með 2 mínútur. Já, 2 mínúta Brottvísun. Það er nóg að Brottvísun núna. Færast auka hasar í þennan leik. Og KA Þór núna 2 mönnum fleiri í smá stöndi viðbót. Lydia á Kristín inn á milli 1-2 varið og þetta er innkast. Við sleppum við skrekkin hérna. Fínt færi en frábær markvarslátta hjá Jenny í markinu. Og Bergrós í gegn og skorar af harðfylgi. Það var alveg örugglega klár með vítakastið hérna líka en hann hefði engan á að fá víti, bara skora sjálf. HK að fá fyrri mannin innan núna. En ennþá 1,5 mínúta í þann næsta. Eða þá næstu. Og boltinn í horni, þetta er ágætlega að spila. Þetta er flott varsla hjá Örnu í markinu. Býður eiginlega hálfpartinn nærhornið og lokar í svo. Og Bergrós við það að sleppa í gegn. Hún lætur virkilega til sín taka. Stöðuð á endanum. Og nú þurfum við að halda áfram. Nýta okkur liðsmuninn, koma okkur aftur í ágætis forskot. Kemur Bergrós, fer það milli og það er fríkastið og fín blokkering hérna hjá Kristín sem er búin að leysa. Bergrós við það að fá vítið, höldum bara áfram. Slöksending og má ekki taka hann sjálf og það er einhver önnur að taka hann. Og já, boltinn bara dæmdur af KA Þór. Og HK fyrir hérna að rólega stað, styttist í að vera með fullskipa lið. Það er vantarlega fá manninn inn á hafið skipting í markinu. Ágústa kemur aftur inn.
Hún hóf leikinn, Jenny kom saman með fína innkomu en Ágústa komin aftur inn. Og hvar hendar þessi bolti? Jæja, þetta er fótur á K.A. Þór, mikill hasar á Daratan þarna. Já, tvígrip hérna á hana Guðbjörgu, K.A. Þór. Aftur möguleika komið sér 3 mörk. Bergrós af gríðarlega harðfylgi kemur sér í gegn og skora þvílíkur leikur hjá henni. Já, hérna Bergrós, Ásta Guðmundsdóttir heldur betur að fara fyrir sóknarleik K.A. Þórs hérna. Kemur þessi í 14-11, 3 marka munar á ný. Eftir að HK hafði náð að minnka þetta niður í 1 mark. Munurinn mest 6 mörk í fyrri hálfleik. Og þetta er vel gert en ekkert dæmt. Hún Arna verið í markinu. Held að myndi kannski fá fríkastið þarna en þeim vilja meina að skotið hafi verið frítt þannig að þær halda áfram. Þess að búið að vera ágætist tempo á leiknum. Búið að vera lítið 2 sénsa þannig að leikurinn hefur flotið vel. Og þetta er bara búin að vera fín auglýsing fyrir gæðin hér í 4. flokki kvenna. 2 frábær lið sem berjast hér sæti í bikarúrslitum. Sara, Bergrós með plássið, kemur hérna með frábæra hreyfingu, lendir hérna í henni Rakel sleppur með skrekkin hérna. Það er ekki Bottisson hérna. Þín Bergrós bara aftur, setur hann á Lydia með skot að gólfinu og þetta var alvöru negla hjá Lydiu. Já, 15-11 kominn. 3 mörk í rauða K.A. Þóruna, stelpurnar að býta heldur betur frá sér eftir að HK minnkaði þetta í 1. Lydia stillir hér boltanum, kemur boltanum fram. Bergrós nær sem bolta, kemur hérna og skorar 16-11. 4 marka sveifla K.A. Þór í vil. Og þær eru að komast hér aftur í frábæra stöðu. Þetta heitir að sína karakter. Í staðan að gefa eftir að HK búið að setja pressuna á okkur minnkaði í 1. Þá lokar hins að bara gjörsamlega á gestina 4 mörk í röð, 5 marka munur K.A. Þór í vil, 14 mínútur eftir þennan leik. Og þetta er víti, ekki nokkuð spurning með það. Já, Ágústa Rún fyrir ekki, hún kemur sér gegn, sækir víti og á punktin er Rakel búin að vera örugga punktinum og hún skorar hérna. 12. marki komið. Þetta er eins og hvergi nærri búið. Við þekkjum það heldur betur í handboltanum. Hlutin eru fljótir að breytast og K.A. Þór þarf að halda áfram að spila sinn leik. Sækja á Kristín, já, lappar í gegn hérna en sjáu þessa vörslu. Já, Ágústa með risa vörslu og hinum megin er risa stólinn bolti hjá Lydiu. Eins og segi, þetta er náttúrulega virkilega stór leikur. Alveg hætti að séu einhver mistök báðum megin, það er taugatitringur. Það er sæti í bikarúrslitum undir. Lydia á Heklu, Heklan er í hornið og Sara í gegn og þessi bolti lekur í netið. Já. Ágústa heldur betur í þessum bolta en það er ekki nóg. Og Sara kemur þessi aftur í 5 mörk, 17-12. En enn erum við í bölvuðum vandræðum með hann Ágústu. Þegar Ágústa kemur á strauginu. Já, er hún ill viðráðanleg. Og hún heldur áfram að fara fyrir sóknarleik gestanna. Mikil kraftur í henni, mikil snerpa. Og minnkar til 17-13. Kemur Lydia með þetta skot. Vá! Þetta var frábærlega gert hjá henni. Hótaði sendingunni áfram, hann á galopnaði svona hjarta varnarinnar hjá gestunum og hún refsar með bombu upp í skeitin. 18-13.
5 marka munur núna, komið smá jafnvægi í þetta. Eftir sveiflur fram og tilbaka framanleik. Boltinn í horni, þetta fínt færi, en sjáu þið Örnu Dögg í markinu. Já, sú að verja, búin að eiga gjörsamlega frábæran leik og stór partur af því að KA Þór leiðir hér 18-13 þegar það eru 12 mínútur eftir, 11 mínútur eftir að þessu. Kemur Kristín, stundum boltan á Lydia, setur hann núna á Heklu, Heklar í hornið, Sara aftur í gegn, en þetta skot beint á Ágústu. Já, stóð var hann á nærstönginu og lokaði þessu vel. Kemur enn og aftur Ágústa hinum megin og þetta vel gert hjá henni, þetta víti hins vegar. Þetta boltan fljóta og þarna kom Rakel á strauginu og fær vítið sjálfa punktinn. 18-13. Hótar vippunni en hún Arna sá við þessu. Já. Ísköld hann í markinu og bara hálf greip þennan bolta. Hinum með brotið á Kristínu. Tíminn vinnur sjálfsögðu með okkar liði en það ennþá 10 mínútur eftir. Við þurfum að halda áfram. En með þessum stórleik hjá henni Örnu í markinu erum við á ansi góðum stað. Kemur þetta skot frá Heklu, það varið hjá Ágústu og HK heldur við ennþá inn í þessu, boltinn fram og hraðalegu Pér og hann sjáu þið enn eina vörsluna. Já, hérna hér. Það ætli hún sé komið marga varða bolta. Hún alveg örugglega vel yfir 50% vörslu, hún Arna. Eða bara varna, eins og við bara kalla hana. Sú að verjast vel hér. Kemur Kristín á strauginu, þetta skot eins og ekki á ramman. Já, kominn dágóður kappi núna frá síðasta marki. Kemur þetta skot upp úr nákvæmlega engu, hann steinliggur. Hörku skot hérna. Og Kristín María, fyrirgefið, þetta hún Rakel Dórótea. Hún eiga nokkrar sleggjur hér í dag. Minnkar þetta í 4 mörk. Lydia tilbaka hérna. Já, brott hérna á Bergrós. Það var mikil hiti hérna milli hjá Bergrós og henni Ágústu hjá HK. Kemur Bergrós, setur hann að Lydia með skotið, að steinliggur, frábær skotmaður og kemur þessu aftur í 5 mörk. Já, hérna hér. Stelpurnar hafa engan áhuga að gefa eitthvað eftir. Kemur hornafærin hinum megin, Arna Ver, en frákast hjá HK. Frábær, eins og hreyfing hjá Ingu þarna, kemur á strauginu, fær boltan á ferðinni og smígur sér í gegn. 19-15, þetta ennþá galopið en þá verður HK að fara að loka vörninni betur. Tæpar 8 mínútur eftir á þessum leik. Lydia á Heklu, Heklan í hornið, Sara, nei, kannski í gegn núna. Og brotið á Bergrós hérna. Sara með innleysinguna, Lydia á Bergrós með þessa hreyfingu, setur hann tilbaka á Lydia hérna á Heklu, Hekla í þröngu færi, Ágústa vel frá henni. 7 mínútur eftir, HK getur minnkað í 3. Stelpur fljótt tilbaka, loka þessu vel, reyna opna hornið, nei, fín færsla á vörninni, hún voru allar klárar í að loka. Laus bolti, endar í horninu og þetta gerur hún virkilega vel.
Jón Anna sem að klára þetta hornafæri. Já, minnkar þetta í 19-16, þetta er galopið, gott fólk. Alvöru bikarslagur hérna milli tveggja frábæra liða. Þessi K.A. Þór. Kemur þetta Bergrós, skorar enn og aftur, smeygir sér í gegn og skorar. Hvergi banginn. Og þá tekur Jón Brynjarsson leikhlé fyrir gestina. Já, 4 marka munur, spurning hvað Jón Brynjar hefur í erminni. Þessi mikill handbolta spekulant. Og búin að vera að gera flottar hluti með HK-liðið, en hérna einfaldlega til þess að hafa stelpurnar okkar verið sterkar aðilinn. Stelpurnar unnu einmitt frábæran sigur á Val í 8. úrslitum. Það er eina tap Vals í vetur. Stelpurnar unnu eftir framlengdan spennuleik hér í KM-inu og eru hér í fínni stöðu á að fara í sjálfan úrslitaleikinn. En það þurfa að klára þetta, halda þetta út. Já, leiklið er búið hér og nú er hreinlega allt undir. Það vilja sjálfsögðu allir fara í bikarúrslitaleikinn. Það eru fáir leiki skemmtilegir að spila heldur en úrslitaleikirnir í bikarkeppninni. Það er einhver sérstakur sjarmi við bikarinn. Og stelpurnar okkar í góðri stöðu, en þetta er ekki búið. HK kemur hér í sókn, spurning hvað Jón Brynjar hefur sett af stað. Komum við á línuna, opna hornið, þetta er þröngt, en hún nær að setja boltanum í gegnum klofið á Örnu og aftur er hún Anna Salvör að skora gott mark úr horninu. 20-17. Bergrós á Lydia stoppar hann ekki þegar hún fær að koma svona nálægt. Frábær skotmaður, kemur sér aftur í 4. 5,5 eftir. HK er farið að beita hérna að vera með aukamann í sókninni. Það var ekki oft sem að sér 7-6 í svona þessum aldursflokki. Það er spurning að séu búin að æfa þetta. Frábær vörn hjá Söru. Það er að virkilega öflug í bakverðinum í vörninni hjá okkur. Og kemur þetta skot, það er yfir hins vegar. Þetta er ansi mikilvægt fyrir okkar lið að standa þessa vörn og mark hér myndi fara langleiðina með þetta. 21-17, Bergrós á Lydia áfram en við missum boltan út af og HK fær annan möguleika. Boltinn fram, það er enginn búinn að bakka hérna. Nú stígur á línu auk þess sem að Arna ver. Já, hérna hér. En ef það náðu ekki að nýta sér þetta, gestirnir, þá er ég ansi hræddur að þetta sé að fjara út hjá þeim. 4 mínútur rétt rúmar eftir. Bergrós, brotið á henni. Eru stelpurnar okkar að fara í bikarúrslitaleikinn. Það er að vera frábærar. Við vettum boltið, nei, ekki inn á línuna, það stelur þessi bolta. Koma hérna hratt á okkur, hraðalöf, og það er að vera eftir víti á 2 mínútur, algjör óþarf að brjóta þarna. Og þetta gæti galopnað þetta ný fyrir gestina. Vítakast, þetta er rautt spjald. Þá er hann að fara í burtu. Já, rautt spjald þarna á hana Heklu fyrir þetta brot. Þarna ætla á bara að láta
láta fara. Á punktinum er hún Ágústa búin að eiga virkilega flottan leik. Nær hún að halda sínu liði inni í þessu, já. Það gerir hún. 21-18, K.A. Þór. Manni færri. Þurfum við að ná að éta upp tíman sem gengur með okkur. En það er hætt við því að höndin verður fljóta að koma upp núna. Það er það mikið undir. Við þurfum að þora að sækja á. Bergrós. Með því að sittur hérna. Og já. Brotti á henni Kristínu Andreu. Lítið að klift út hérna úr spilinu. Bergrós inn að miðju. Brotti á henni. Já, vel getið á henni Bergrósu. Hún er að sækja fríkostinn. Þá kemur höndin upp. Bergrós niður í hornið. Sara í ótrúlega þröngu færi. Laumar á næstöngina. Það er varið. 50 sekúndur eftir að brottursunni. HK kemur í sóttina. Það verður fljótar að finna svarið hérna. Kemur þetta mark, já, sjáu þetta hjá Ingu Fanney. Óhrætt lætur vaða, 21-19. Og spurning hvort að það ekki leiklegan Gunnar Líndal, þjálfari K.A. Þórs. Já, hann tekur leikli. Það er ennþá nóg eftir K.A. Þór, 2 mörkum yfir. En erfiðu kafli hérna manni færri og HK að klippa hana Lydiu ansi langt út. Og spurning hvort við náum að vinna mannin inn. Það er svo sem ennþá dágóðu tími í það að við verðum fullskipað lið. Heldur betur gott svar hjá gestunum hér. Legg ekki árar í bát. En nú þurfum við eins og við ætlum bara að halda haus. Sækja nokkuð fríköst. Það er tíma að vinna þess með okkur. Og halda áfram að spila okkar leik. Hekla hins vegar alltaf búin að ljúka leik hér í bili. Nei, hér í dag fer ekki í bili. Fikk náttúrulega rautt spjald fyrir brotið á hann. Lydia Nábergrós hérna. Lydia á svona klift ansi utalega. Og sleppur með brottisuna hérna. Það var svona við það að missa Bergrósa hérna. Lydia kemur inn. Lydia. Jæja. Bergrós fær fríkastið. Kemur boltamundar inn á línuna. Það er búið að flauta. Lydia. Með þetta skot, fær boltan aftur og þetta er lína! Ég held að hann var að fá vítakastið hérna á brotið á henni og þetta er lína og HK. Þessi bolti ekki inni, Arna verður að bolta og næra að halda hann úti. Já, hérna hér. Þarna skall hurð nærri hælum. HK við það að minnka munin í 1 var Bergrós þá í gegn og skorar og ég held að hún sé að ganga frá þessu. Já, hérna hér Arna með risa vörslu og Bergrós og í gegn hinum megin skorar 3 marka munur og það missa boltan út af. Og K.A. Þór er á leiðinni í bikar úrslitaleikinn. Það er síðasta mínútan gengin í garð. 3 marka munur K.A. Þór með boltan og HK. Já, þú sér bara þetta er búið. Lydia niður í hornið og þetta er frábær afgreiðsla. Stöngin inn og verða ekki. Og Hólmfríður Sævarsdóttir kemur með gullamarki hérna, 4 marka munur, rétt rúmlega hálf mínúta eftir. Bara spurning hversu stór sigur K.A. Þórs verður, boltinn á línuna. Og fá fríkastið.
20 sekundur rétt rúmar eftir, kemur þetta skot, hörku skot að vanda frá Rakel Dórótea með hörkuleik, minkar til 3 mörk en K.A. Þór er að fara í bikar úrslitaleikin, 10 sekundur eftir. Kemur Bergrós enn og aftur í gegn, þetta er frábær varsla og tíminn að renna út, þetta er búið, K.A. Þór spilar til bikar úrslita í fjórðaflokki kvenna. Stelpurnar frábærar í dag, það er sem var í allan vetur. Þær eru komnar í bikar úrslita leikin sem fer fram sunnudaginn 13. mars. Já, K.A. og K.A. Þór verða í höllinni eða á Ásvöllum sunnudaginn 13. mars. Eldra ár fjórðaflokks er komið í úrslitaleikin karlamegin. Stelpurnar hérna í fjórðaflokki kvenna komnar í úrslitin líka og svo er spurning hvort að við verðum ekki líka með yngra ár fjórðaflokks karla. En stelpurnar eiga sviði núna frábærar í dag, tóku frumkvæði strax í byrjun og héldu því út allan leikinn. HK minnkaði munin í 1 mark hér í seinni hálfleik en komust ekki nær og aftur skildi á milli og það segja bara hreint út að K.A. Þór átti sigurinn skilið, vinna hér 23-20 og eru komna í bikar úrslita leikinn. En já, við heldum þökkum bara kærlega fyrir okkur hér í dag. Gaman að þessu og við höldum áfram sína vel frá starfinu hérna í K.A. og óskum stelpunum okkar innilega til hamingju með sætið í bikar úrslitunum Coca-Cola bikarsins. Gjörsamlega magnaðar. En já, takk kærlega fyrir árið. Við sjáumst. Bless, bless.